Já. Ég að velta það fyrir mér, núna koma svona sem kallað playlisti á morgun. Já. Hingað yfir okkur og það svona listi yfir lög sem við eigum að spila, sko. Þannig að við eiginlega við erum í vondum málum kannski, ég veit ekki, heldur það, jú? Vondum málum, heldur það að veri leiðinlegur þátturinn okkar eða eitthvað svoleiðis? Ég veit það ekki, það er spurning. Já, ég veit það ekki. Þurfum að spila svona aðalstöðartónlist, sko. Aðalstöðartónlist, sem er einhvern veginn leiðinlegasta tónlist sem ég bara heyrt, held ég. Já, svei mér þá. Svona oldies, but goldies. Já, golden oldies stöð. Golden oldies. Gefa svo út til að vera svona golden oldies stöð. Já, og ráða svo okkur. Já, erum við golden oldies kall? Já, erum við orðin svoleiðis? Alltaf við séum það. Erum við að verða eitthvað svoleiðis? Við fáum þetta allavega yfir okkur á morgun, sko. Já, það er svona blað með lögum. Fáum reyndar eitthvað frjálst val, sko. Eitthvað svona 2-3 lög á klukkutíma, sko, en ég veit ekki hvort það nægir, sko. Og þá kemur einhver maður svona og segir, heyrðu, Gulli, já, þetta ekki ágætið lag þetta? Jú. Þetta alveg glumrandi fínt lag. Hvert er að setja þetta? Heyrðu, ég var sem að setja það bara í 3. sæti. Já, það líst mér vel á. Segir Gulli, já. Þetta, sko, en ég held að það sé nú ekki orðið svona slæmt hérna, sko. Nei, þetta er ekki, þetta er, sko, þetta sem þeir eru að gera þarna, þetta er skilyrðislaust brot á Genfarsáttmálanum. Já, tölum það líka þegar við hringjum til Genfar morgun. Já. En svo alltaf bara klóra í bakkan með að auglýsa, bara, þú veist, ef þú auglýsir, skilur og þetta kemur í blöðunum, stendur marktækur vinsældalisti, skilur þá halda allir að þetta sé marktækur vinsældalisti, þó að hið öfuga sé raunin, skilur Já. Þetta er bara eins og að prumpa, skilur Já. Þú veist, Já. og segja sér, ég prumpaði ekki, það varst þú sem prumpaði, skilur Já, það er marktækt. Nei, það er ekki marktækt, Nei, en það fær þig til að halda það virkilega að þú... Það var ekki ég sem prumpaði, það varst þú sem prumpaðir, það er marktækt, skilur, þá trú allir því að það hafi verið ég. Já, skilur Já. Aha. Það er málið. Er þetta svona, já? En fá þeir ekki að velja neinn lög á bylgjunni? Ef að mér langar til að spila Sex Pistols eða eitthvað. Ég hef aldrei verið með útvarpsþátt á bylgjunni, ég hef ekki hugmynd það. Maður hringja þangað og spurði það að því. Í spilunarlisti, sko, hann var slæmur í gær, skilur, en í dag er hann enn verri, sko. Við sjáum hérna plötur með Paul McCartney og Wings, Já. Þú veist, How Low Can You Go, sko. Og Lindu Ronstadt þarna, kærastans. Linda McCartney. Linda McCartney, hún tók sér náttúrulega McCartney. Má bjóða tæknimannunum Pers. Kemur hérna með ólgandi pesandókur. Það er lítið að tróka. Jæja, það var að hringja hérna kona sem að mjög ánægð. Afskaplega. Fólk er alveg hægt að kvarta. Fólk er hægt að hringja hérna og kvarta. Fólk bara kemur hérna einhverjar konur bara og eru ánægðar með það. Já. Ég veit ekki, ég held að við höfum mist eitthvað svona edge. Þú það? Hlýtur að vera. Eða kannski eru bara allar kellingarnar búin að stilla á bylgjuna, ég veit það ekki. Já, þeir sem ekki hlut, annars held ég að fólk, skilurðu, sem að hefur, sem mótmælir okkur hvað mest, skilurðu, sem að háværastu mótmælarallinnar, það sé fólki sem hlustar aðalega á okkur, sko. Hvað það tala um? Ég veit ekki, þetta fólk sé bara með, sko, sem að fetta fingur út í okkur, sko, sé eiginlega bara með minnimáttakennd gagnvart okkur, sko. Já. Og sé bara, veist, að vera svona óánægt til þess að geta, tala við okkur og svona. Já. Skilurðu. Auðvitað. Og tala um okkur, það er gaman að tala um okkur og... Það langar til þess að vera eins og við, raun. Já. En það getur það ekki. Einmitt. Það er svona það pirrað. Fólk sem situr heima hjá sér, skilur, og hlær og svona og það er einhverjir svona dónalegi sketsar og svona, þá situr það heima og hlær, skilur við, skamma sín síðan, það er móral og ringir og kvartar, sko. Já. En kannski þetta fólk sé hægt að hlusta, sko. Herru, loksins kemur eitthvað á þessum spilunarlista sem er svona hálf hlustunarlegt.